skoða samskiptföll eða samsettföll. Ég ætla að byrja að taka tvö föll. Ég ætla að taka F sem hefur formengið A og varpengið B. Og taka fall G sem hefur formengið C og varpengið D. Nú get ég, ef ákveð skilyrði fyllt, nefnilega skilyrðið að F af A er hlutmengi í C, þá get ég skilgreint samskiptafallið sem við köllum G bóla F, sem er þá fall frá látum fyrst F virka, þannig að fall frá A yfir í þangað sem D skilur okkur, fall frá A yfir í D. Og þetta skrifum við oft G bóla F af X, skrifum við oft sem G af F af X. Þar segir læt fyrst F virka á staki sem kemur inn. Þess vegna er það formengi F sem skiptir máli, vegna þess að staki sem kemur inn verða að vera eitthvað sem F getur höndlað. Og svo læt ég G verka á það sem kemur út úr F og þessna verður það sem kemur út úr F, sem er þetta hérna. Þetta er nefnilega myndmengi F. Það verður að vera eitthvað sem að G kann að fara með, sem er myndmengi C, sem er formengi C. Þannig að þetta hér er myndmengi. Þetta er all möguleg stök sem kom út úr F því ég set stök úr formenginu inn í F. Við skulum nýta á þetta svona, svolítið hérna genum boblumynd. Því ég er með mengið A og svo er ég með mengið B. Og þegar F er inn í G, þá er F fyrst að virka, þannig að F tekur fyrst stakið mitt X og sendir yfir í B. Það er komið með F af X hérna. Nú, ef ég ætla að láta svo G virka á þetta stak, þá verður þetta stak sem kemur út að vera eitthvað sem er í formenginu C. Það er það sem ég er að krefjast hér. Þannig að formengi C verður einhvern veginn að vera utan þetta mengi. Það verður að innihalda að minnstakosti öll þessi hérna stök. Má innihalda fleiri. Þá getur nefnilega G-fallið tekið stakið sem kom hérna, tekið hérna F af X stakið og skutla því áfram yfir í mengi D. Þá er hérna G af F af X. Sér svona. Þessna gerum við þessa kröfu hérna, en þess að G verður að geta höndla staki sem kemur út. Pröfum að líta á dæmi. Við erum með fall F sem að tekur inn póstífutölur og 0 og gefur okkur rauntölu, og svo erum við fall G sem tekur inn hvaða rauntölu sem er, gefur okkur rauntölu og formúlur fallana eru F af X er rótin af X og G af X er X í öðru. Þannig eru tvö fall hérna. Búum svo til samskiptafallið. Búum til F bóla G. Í þessu þá sé ég G er að virka fyrst. Við getum sagt að því við erum með F bóla G, þá er þetta F af G af X. Þá sé ég að það er G sem virka fyrst. Þannig að ég þarf að hugsa hvert formengi G er, og formengi G er rauntölur. Svo virkar G, gefur mér rauntölu, og þá virkar R á það og gefur hérna rauntölu út úr því. Skulum núna sjá. Hvert er myndmengi G? Hvaða tölur eru mögulegar sem kom út úr hérna? Það er að segja, hvað er G af rauntölunum? Við sjáum að við setjum X í annað veldi, þannig að þetta getur allar á 0 ef við setjum 0, en annars verður þetta örugglega póstífutölur. G af R er sem sagt mengi frá 0 upp í óendalegt, sem er akkurat nákvæmlega sama mengi á F, þannig að þetta skilyrði sem settum fram áðan er uppfyllt. Nú, hvernig ætli formúlan fyrir þetta fall sé? Skulum klára það. Við setjum G inn í F, finnum sem sagt að setja X í öðru inn í F, F tekur rótin af því sem hann fær, þannig er rótin af X í öðru. Nú getur maður freistast til að segja, þetta er X.
En við sjáum þetta x, rótin af x, þetta örugglega pósitív tala og það sem samskiptafallið fall sem tekur inn hvaða rauntölu sem þá verðum við að tryggja það að jafnvel þegar við setjum inn neikvæða tölu, setjum inn mínustölu, þá vil ég samt fá út plústölu. Vegna þess að þetta hér gefur mér alltaf plústölu. Þannig að ég segi þetta tölugildið af x, enda þetta önnur skilgreining á tölugildinu x. Og pröfum þá að fara í hináttina. Pröfum að reikna g-bóla f. Þannig að hér erum við samskiptafallið og hér erum við formingi og varpmingi. G-bóla f, þá ég með g-bóla f, það g af f af x, þannig að f virkar fyrsta fallið, sem sagt formingið bara tölu frá 0 upp í óendalegt. Svo gefur það rauntölu og g tekur við rauntölunu og gefur aftur rauntölu. En býð nú við, var þetta formingis vesen uppfyllt? Já, hvað eru mögulegar útkomur út úr þessu falli f hérna? Það að segja, hvert myndmengi f? F af pósitívu tölum. Já, þegar við tökum rótina af pósitívu tölu, þá hljótum við að fá pósitívu tölu, nema þegar við setjum við 0, þá fá við akkurat 0. Þannig að þetta akkurat 0 og upp í óendalegt. Þannig að f af formingi f, sem myndmengi f, þetta hér, sem sannarlega hlutmengi af rauntölunum. Þannig að við gefum fallinu örugglega eitthvað sem það getur höndlað og gefur rauntala. Og hvaða fall þetta? Hvernig lítur þetta fall út? Við segjum, þetta g af f af x, f af x rótin af x, sem g tekur að setja í annað veldi, þannig að þetta rótin af x í öðru veldi. Og nú spurningin, þetta x? Já, við þurfum að passa okkur að útkomi pósitív tala, vegna þess að út úr þessu hér kemur alltaf pósitív tala. Ef við skoðum formingið, þá einu sem við setja inn pósitív tölur, þannig að út lítur að koma pósitív tala. Þannig að g-bóla f x. Þannig að hér erum við samskiptafallið og hér erum við formingi og varpmingi.